Tónlistaratriði. Ég heiti Hallfríður Þórarinsdóttir og mun kynna dagskrána á Gjörðu þið svo vel. Það eru tveir tónlistamenn hérna, Óskar Guðjónsson og Nicky Moreau. Næstar á svið eru engar aðrar en stelpunnar úr Kolrössum. Það alltaf að syngja eitthvað skemmtilegt fyrir okkur. Það Bibi Ester, það Kidda
rock, það ekki? Og það Dísa og Elísa, gjörið svo vel. Get up, stop us and fight. Too long we have been in the dark. It's time for us to see the light. And try to do the thing that is right. In Jah's side. Oh, get up, let's all unite. Get up, stop us and fight. Yeah, you have a selector. That one they are gone internationally. Choo-choo. Okay. Hvað segir, gætu í stuði? Koma svo! Við erum búin að vekja hér að værum blundi gamla grílu sem heitir Kollasa. Þú að taka fyrir ykkur 2 lög til að æsa ykkur aðeins upp fyrir kosningadaginn. Yes! Já, burt með alla þessa spillingu. Við lifum í voninni. Við ætlum að taka lag fyrir ykkur sem heitir Vögguvísa. Ég skal geyma gullin þín, gamla leggi og völu skrín. Sofðu ungi morðingi, úti mamma grætur. Ég skal geyma vopnin þín sem skáru hennar hjarta rætur.
Takk fyrir. Herðu, seinna lagið sem við ætlum að syngja fyrir ykkur og spila heitir Ó Jesú söng, tileinkað öllu græðgispúkum landsins og þeim sem finnst gaman að borða. Já. Ok. Ok. 1, 2 og nú. Ég svo svöng, ég svo svöng, ég gæti étið heilan hest. Ég svo svöng, ég svo svöng. Nami, 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 nami. Ég svo svöng, ég svo svöng. Mig langar að borða húsin, mig langar að borða bílana, mig langar að borða bankana og bjarna líka. Ég svo svöng. Nami, 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 nami. Ég svo svöng. Ég svo svöng. Mig langar í morgunmat, mig langar í hádegismat, mig langar í kvöldmat, mig langar í snart. Ég svo svöng. Nami, 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 nami. Ég svo svöng. Nami, 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 nami. Ég svo svöng. Oh yeah. Takk fyrir. Góðan dag. Skuttu sér bara úr. Góðan daginn, Hallgrímur Helgason heiti ég, mættur hérna til að flytja kvæði sem ég samdi sérstaklega fyrir þetta tilefni og með mér hérna, þið heyrið í honum, Dodda trommara, Þorvaldur Þór Þorvaldsson, gefur honum gott klapp. Og kvæðið heitir Eitt stórt en. Við erum svo væn og vinstri græn og varðveitum okkar heilögu bæn íslenska náttúru alþýðu hag og allt sem var betra í gær en í dag. Við hugsum landið og laufin og trén. Það bara eitt stórt en, Bjarni Ben. Við erum í raun mjög róttæk hjörð, í ranglætismálunum gríðar hörð, þegar skuldir aukast og styggja fer, þá skiptir máli hver stjórnar hér. Við berjumst hugrökk, við slappleik og slen,
Það bara eitt stórt en. Bjarni Ben. Af öllum flokkum við best og fallega sitjum vorn háa hest. Það enginn til vinstri eins og við. Allt þetta pírata samfólið frjálshyggju merkt. Hún finnst okkur klén. Það bara eitt stórt en. Bjarni Ben. Í ríkisstjórnum brosum við breitt og beitum okkur svona yfirleitt. Þó svo að hin séu hægra fólk, við hristum þann kokteil í framsóknarmjólk og við spáum ekkert í spillingarfen. Að bara eitt stórt en. Bjarni Ben. Og kvenfrelsisflokkur erum við enn, sem eflir þó bæði konur og menn. Þótt Sóley sé farinn og systurnar með, hann Sigurður Ingi bætir vort geð. Fyrir jafnréttið ristum við jarðarmenn, það bara eitt stórt en. Bjarni Ben. Eitt sinn var svarað ef var spurt. Ísland úr NATO, herinn burt. En nú þarf að stækka stríðsamtökin, svo stefna VG komist þar inn. Því sitjum við þar nú prúð og pen og förum með okkar daglega sen. Bjarni Ben. Við erum betri, við erum best og íslenska menningu elskum við mest. Við borðum lambið sem landið át og ljúffengan þorsk úr strandveiði bát. En varðandi kvóta, konga og lén, þá eitt stórt en. Bjarni Ben. Eitt sinn studdum við stjórnarskrá, en svo studdum við okkur höndin blá. Og þá var hún alltof pólitískt plagg fyrir Pollýönnu með umhverfisflagg. En í breytingum erum við alls ekki ren, það bara eitt stórt en. Bjarni Ben. Við eigum Kötu og Kjarnasveit og Karlinn Steingrim sem söguna reynt og Mumma hinn netta með nýja von og nýjendur gerðan Jón Bjarnason og völdin sem okkur dreymdum í den. Það bara eitt stórt en. Bjarni Ben. En við erum í alvöru vinstri græn, í öllum málum vitur og kæn. Þótt græni liturinn greinist nú blár, með gulnaðri stefnu við læknum það sár. Því við erum öll með afburða gen. Það bara eitt stórt en. Bjarni Ben. Takk fyrir. Takk fyrir Dodda. Þakkum skaldinu Hallgrími Helgasyni fyrir frábært kvæði og hvað sagði hann? Bjarni Ben, burt með Bjarna Ben. Bjarna burt. Bjarna burt. Bjarna burt. Bjarna burt. Bjarna burt og spillinguna burt.
Spillinguna burt! Spillinguna burt! Spillinguna burt! Spillinguna burt! Verið öll sem eru hjartanlega velkomin á þessi 7. mótmæli hér á Austurvelli. Þið megið endilega koma örlítið nær, við bítum ekki hérna á sviðinu. Það er virkilega ánægjulegt að sjá ykkur og ég vona að við séum öll á sömu blaðsíðunni með það að kjósa spillinguna burt. Í dag er verið að kjósa til sveitarstjórnar eins og flestir vita. Að venju er dagskráin hjá okkur ákaflega fjölbreytt og skemmtilegt og ég verð að segja það er ómetanlegt að fá allt þetta frábæra listafólk til liðs við okkur. Ég ætla að benda ykkur á tjöldin hérna beggja vegna. Hér mér á vinstri hönd er tjald þar sem er allt fullt af kleinum, kakói, kaffi sem boðið er upp á en þið eru vinsamlega beðin að styrkja mótmælin með því að leggja mörkum í bauka sem þar eru. Það er líka verið að selja uniform dagsins. Júhú, sjáu þið bólið sem er í, er hann ekki flottur? Just steal it. Það eru skilaboðin sem við fáum, just steal it. Það er bara að stela nógu miklu. En það er komin hér einn af okkar verkalýðsleiðtogum sem ætlar að stíga hér á stokk og flytja hér erindi. Hjálpum mér að bjóða Þórarinn Eyfjörð, formann Sameykis, velkomin á sviðið. Gjörðu svo vel, Þórarinn. Jæja, góðu félagar og fundagestir. Það er ánægjulegt að sjá hversu margir hafa lagt land undir fót svo að segja og komið hingað þetta á kjördag. Og ég ætla að flytja smá pistil hérna sem að vara þetta málefni sem að við erum hingað komin vegna. Ég ætla að lækka þetta nú aðeins byggi. Örlítið bara. Þetta er alveg upp í nefn á mér. Það er sjá, örlítið meira. Svona, þetta er ekki. Kærar þakkir. Ágæta fundafólk og landsmenn allir. Það er til hugtak yfir það að gera mistök, en gera þau samt alltaf aftur og aftur, með þá von í brjósti að niðurstaðan verði önnur en hún var í dag, og í gær og fyrragær og daginn þar áður. Þetta hefur verið kallað heimska að vona innilega að niðurstaðan verði önnur en sú sem við vitum að hún muni verða. Að viðurkenna ekki að sumt getur ekki breyst, að niðurstaðan verður alltaf sú sama. Hvað kallast það þá? Þegar við leiðum sömu spillingaröflin aftur og aftur að valdastólunum, einungis til að gefa þeim enn einu sinni tækifæri til að sparka í okkur, ljúga að okkur, svíkja okkur og stela af okkur. Getur verið að þjóðin þjái svo illa af Stokkólms heilkenninu að búið sé að lemja hollustuna svo kyrfilega inn í þjóðarsálina að það sé hægt að misþyrma henni yfir gröf og auða með því lega bulli að hamingjan felist í því að eiga of mikið af peningum. Er það orðinn genatískur harmleikur að stór hluti þjóðarinnar setur X við auða í kosningum? Getur verið að launafólk viti ekki hvað það merkir að setja X við auða í kjörklefanum? Það merkir jú að við sitjum uppi með eitt stykki samfélagslegan skaðræðisgrip sem heitir Bjarni Benediktsson Sveinssonar þess sem tók 500 milljónir út úr sjóði 9 dagana fyrir hrun Glitnisbanka, hvers formaður stjórnar var bróðir nefnds Benedikts, en fundi stjórnarsóti einmitt umtalaður Ice Hot One nóttina fyrir gjaldþrot bankans sem var að ákvörðun Geirs Haarde og Davíðs Oddssonar sem sagnir hermað umræddur Bjarni Benediktsson hafi allvel þekkt á þeirri tíð
sem fjölskyldan keyrði í gjaldþrot BNT EHF, fjárfestingafélagi Mátt EHF, Fjöldung EHF, áður Vafning EAG EHF, áður Naust EHF, Umtak EHF og Þátt International EHF, svo eitthvað sé aðeins nefnt. Uppskriftina af þessari sætsúpu að finna í öllum kjörkleifum landsins og lykilorðið, gleymið því ekki, X-dauði. En sem sagt, þennan dugnaðarfólk gerðum við af fjármálaráðherra. Í siðuðum samfélögum hlustað á raddir almennings og ráðherrar í ríkisstjórn ættu að sperra eyrun þegar almenningur sér ástæðu til þess að mótmæla. Í siðuðu samfélagi seljum við hvorki né gefum ríkiseignir til vina og ættingja því það spilling. Í siðuðu samfélagi ekki verið í reykfylltum bakherbergjum að hanna næturglæpi til að fáir útvaldir og gljássmurðir gæðingar geti með kámugum lúkonum gripið til sín eignir þjóðarinnar í skjóli nætur á meðan að við hin sofum. Í siðuðum samfélagum bregst forsætisráðherra við þegar hann sér að fjármálaráðherra að bera góssið út til pabba eftir vel heppna rán í skjóli nætur. Það nefnilega þannig að sumum finnst gott og eflaust gaman að græða á daginn, grilla á kvöldin og stela á nóttunni. Og DJ Kata virðist bara vera nokkuð stolt af stráknum sínum að græða milljarða augnum almennings á meðan líðurinn sefur. Helvíti drengurinn duglegur. Stjórnvöld sem sýna þjóðinni ekki þá sjálfsögðu virðingu að viðurkenna að spilling sé spilling óhæf eðli máls samkvæmt og á því að segja af sér. Nei. Hún á að segja af sér. En nei, hókus-pókus triksin strax dregin fram að firra sig ábyrgð og segja við verðum að bíða og sjá til. Við verðum að bíða og vera með svona smá athugun á málinu og bíða eftir að þau verði hvítþvegin og við gleymum þessari spillingu, bíða og horfa í aðra átt. Við sjáum öll heildarmyndina og hún sú að hér að framið rán að nóttu til. Það var hringt í vini, fjölskyldu, kunningja kapitalistana sem sitja við hringborð fjármálariddarans. Og það meðal annars að finna fjármálaskúrka sem léku stórt hlutverk í efnahagshruni þjóðarinnar fyrir 13 árum. Þeir eru mættir aftur í boði fjármálaráðherra og teknir til við að tvista og sölsa undir sig eigur þjóðarinnar. Við skulum aldrei gleyma fjármálahruninu og við skulum heldur ekki gleyma því hvernig spilling lítur út. Hún lítur nefnilega nákvæmlega svona út. En það gaman að græða á daginn, grilla á kvöldin og stela á nóttunni. Viðbrögð þeirra sem sitja við ríkisstjórnarborðið við gagnrýni almennings þau að tefja fyrir að fullvaxin alvöru rannsókn á þjófnaðinum fari fram. Þau geta bara ekki hugsað sér að skipi sér rannsóknarnefnd, þau láta ekki ná í sig, þau flýja umræðina, þau eru á flótta undan sannleikanum því sannleikunum blasir við. Ábyrgð á sölu á eignarhlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum nefnilega hjá fjármála- og efnahagsráðherra og það löngu tímabært að honum sé sagt upp störfum. Næg eru tilefnin og það reyndar stórfurðulegt að Sjálfstæðisflokkurinn skuli ekki vera búinn að segja honum upp fyrir löngu. Í formannstíð hans hefur nefnilega fylgið hrunið af flokknum og fylgi flokksins komið núna undir 20% könnunum. Menn hafa nú fengið að fjúka fyrir minna. Og það líka stórfurðulegt að Katrín Jakobsdóttir og Vinstri græn skuli hanga í þessu ofbeldissambandi. VG ekki að ná neinu fram af sínum stærstu málum. Hálendisþjóðgarður ónýtt mál.
Með skattkerfisbreytingum búið að eyðileggja barna- og vaxtabótakerfið. Markmiðin í loftslagsmálum eru öll í uppnámi, þau ná engum árangri í stjórnarskrármálinu, þau gera ekkert með vilja þjóðarinnar að tryggja eign almennings á auðlindum og rétta rentu af þeim, og Katrín Jakobsdóttir að fara að tala fyrir stækkun hernaðarbandalaga öðruvísi mér áður brá. Það besta sem Katrín Jakobsdóttir gæti gert í þessari ómögulegu stöðu að slíta stjórnarsamstarfinu. Setja undir sig hausinn og reyna að mynda ríkisstjórn með flokkum sem láta sér annt hag almennings, hag fólksins í landinu. En langlíklegast að hún eða flokkurinn hennar ætli sér ekki að gera það. Kannski það í alvöru orðið þannig að Vinstri grænum líða bara vel með að vera í einni sæng með þeim sem græða á daginn, grilla á kvöldin og stela á nóttunni. Hins vegar það líklegt að Katrín Jakobsdóttir og Vinstri græn hverfi að mestu af sjónarsviðinu ef þau bregðast ekki við núna með þeim hætti sem þjóðin kallar eftir. Það væri ágætt að þau hefðu hugfast að það kann ekki góðri lukku að stýra að bjóða þjófum næturgistingu. Kæru félagar og Íslendingar allir, Bjarni Benediktsson Sveinssonar hins digra gullið sótti til Glitnis og góssið í Íslandsbanka, hefur ekkert það til að bera sem prýða má einn fjármálaráðherra í þjónustu þjóðar. Það þarf nefnilega vilja til að vinna fyrir almenning, það þarf heilindi, trúverðuleika, auðmýkt, sterka siðferðiskennd, ríka réttlætiskennd og réttsýni til að eiga það skilið að fá að þjóna þjóð. Ekkert af þessu hefur Bjarni Benediktsson til að bera. Gerum þjóðinni greiða. Komum þessum manni burt. Kærar þakkir, komum þessum manni burt. Hún amma mín var að senda hérna smáskilaboð, hún vildi heyra hérna hærra í ykkur í Bjarna Burt söngnum, þannig að við ætlum að taka smá Bjarna Burt, hérna má að heyra. Burt, Bjarna Burt, Bjarna Burt. Bjarna Burt! Halda aðeins áfram! Vel gert! Amma segir! Nákvæmlega! Bjarna Burt! Bjarna Burt! Fúsk og spilling! Burt með þennan hrylling! Bjarna Burt! Bjarna Burt! Aðeins áfram! Áfram! Já, það getur verið að hún Kata síðan þá að fæða lömb fyrir norðan, en hún amma vill endilega senda þér samt kaldar kveðjur. Bjarna Burt, þið hafið haldið áfram að syngja, ekki hætta. Halda á Bjarna Burt, Bjarna Burt. Já, skilaboðin frá ömmur þessi. Þú læknar ekki spillingum með varalit. Það virkar betur. Stjórnarslit. Takk fyrir það.
Halló. Herðu, hittir á við. Fréttir á RÚV. Góðan dag. Nú verða sagðar fréttir beint frá Austurvelli þar sem fjörið er. Í dag er kosningadagur og kosið til sveitastjórna á landinu öllu. Alls konar innansveitakrónikur verða loks til lyktarleitar og þúfnapólitíkin blómstrar eins og lúpínan sem málar landið blátt. Sjálfsagt spyrja sig margir hvað skal kjósa og til að létta fólkið valið þá skulum við heyra í gestum og gangandi. Nei, nú ber vel í veiði. Þorgerður Katrín, sjálf kúlulánadrottningin. Best að spyrja hann bankasöluna. Sæl Þorgerður. Já, komdu sæll. Nú eru kosningar í dag. Heldur þú að nýafstaðin bankasala muni hafa áhrif á úrslitin? Já, hún er greinilega ekki að hjálpa mínum fyrir flokksfélögum sem virðast missa mikið fylgi yfir í hinn bankasöluflokkin. Það er að segja Framsókn. Eru bankasöluflokkarnir ekki þrír? Já, Katrín, nafna mín, hún er orðin talskona NATO, þannig að ég líti á ríkisstjórnarflokkana sem 2. En þú sjálf, Þorgerður Katrín, þú ert í augum margra ókrýnd kúlulánadrottning Íslands. Hvaða skoðun hefur þú á bankasölunni? Sko, munurinn á okkur Bjarna er sá að ég fór í endurmenntun, ekki hann. Já, hann er enn við sama heygarðshornið en ég er hætt að fá símtöl. Einmitt það, Þorgerður Katrín, formaður Viðreisnar, þakka þér fyrir. Já, takk bless. Já. Jæja. Nei, hér höfum við nú aldeilis gamlan ref úr pólitíkinni og meiri segja fyrrverandi borgarstjóra. Davíð Oddsson. Þú ert væntanlega með hugan við kosningarnar. Það er af sem áður var. Og hvað á maðurinn við? Í dag er allt of mikið af skoðunum. Vittlausum skoðunum og jafnvel heimskulegum, já. Einu sinni var þetta bara hægri og vinstri. Skýrir, einfaldir kostir. Nú er þetta allt samrasa og enginn veit hvað hann fær. Og ertu með lausn á því? Ég er nú þekktur fyrir lausnir og hér er hún augljós. Við eigum að takmarka kosningar við fagkjósendur. Eins og gert var í bankasölunni. Ef við gerðum það, þá fengjum við loksins vitræna útkomu. Einmitt það, já. Ertu kannski með gott ráð að lokum? Gegnsæi í stjórnmálum gerir ekkert nema eitt. Menn halda bara 2 fundi. Já. Já, hérna hér. Jæja. Nei, Áslaug Arna, þyrlumálaráðherra og þú ert væntanlega spennt fyrir þessum degi. Þetta er eins og allir Íslendingar, en allir ekki hverjum degi sem við fáum að kjósa, Já, og hvað skal kjósa? Í dömmum vetri hækkar sól. Nú íslenska lagið, þetta ekki
spurning, sko. Systurnar eru náttúrulega frábærar og svo fellur iðnaðarpoppið undir mitt ráðuneyti. Þannig að mér bara bæði trútt og skylt, þú veist, að veita stuðning. Ég átti nú ekki við söngvakeppnina, Áslaug, heldur sveitarstjórnarkosningarnar. Boring. Það nú lítið hvítvinn í þeim, hvað þá, humar? Jú, hann Eyþór náttúrulega minn maður. Eyþór, en hann ekki hættur? Bogi minn, tjútti putt. Ég auðvitað að tala hann Eyþór á þyrlunni, hann minn maður, sko. Við erum einmitt að fara að taka skreppin yfir til Torino, fylgja okkar konu bara alla leið. Já, veistu, Guð blessi Ísland, djöfull gott að búa hérna. Tjá! Jáhá. En svona nútíminn, ekkert satt en gleymist hratt. Nei, hvur þremillinn? Sjálfur borgarstjórinn! Blessaðu, Bogi! Hvað viltu vita hjá degi sem þessum? Mér þætti nú gaman að heyra hvaða eiginleika þarf til að sitja svona lengi á valdastóli. Lykilatriði að hafa það sem best hljómar. Vera í mynd þegar vel viðrar en halda sig svo fjarri annars. Kjör, þokki, skemmi svo auðvitað ekki fyrir. Já, þú sem sagt sigur viss, heyrist mér. Aldrei viss, Bogi, en þetta óvenju auðvelt núna. Við erum laus við gnarrinn og teflum fram glænir í íþróttahöll andspænis bankasölu sem fór öfugt í þjóðina. Að ógleyndum kandidatum að mætir aldrei í vinnuna. En Dagur, hvað finnst þér sjálfum eiginlega þessa bankasölu? Eins og ég sagði rétt áðan, þá er ég aðeins í mynd þegar vel viðrar. Njóttu dagsins, Bogi. Já, kæru landar, ég held við látum þetta duga sinni og, förum eftir borgarstjóranum og höfum það sem best hljómar. Áfram systur í Saluti a Torino. Við þökkum brúðuleikhúsinu fyrir þeirra frábæra framlag. Þið megið endilega koma hérna nær og ég ætla að minna ykkur á tjaldið. Það kostar að halda þessi mótmæli og þetta er allt saman unnið í samboðalega vinnu þannig að þið verðið að vera duglega að styrkja okkur. En eins og bæði skáldið og Þórarinn Eyfjörð, Hallgrímur Helgason og Þórarinn Eyfjörð hafa verið að segja hérna, þá erum við hérna sama komin til þess að andmæla bankasölunni og spillingunni í landinu. Við erum búin að fá nóg af henni. Hér sendur stöðvum spillinguna, bankar án alla virka daga frá 9 til 16. Það er það sem við ætlum að reyna að stoppa. Og það er í pípunum hérna jafnvel að hittast á virkum degi, þannig að þið getið látið það gerjast í huga ykkar. En næst á stokk ætlar að stíga ung kona sem að heitir Alexandra Ýr van Erven og hjálpi mér að bjóða hana velkomna. Gerðu svo vel, Alexandra. Góðan dag og gleðilegan kjördag. Kæru vinir,
Ég var 14 ára í hruninu. Ég var 14 ára og tilheyri því kynslóð sem hafði hvorki fjárhagslega ábyrgð né skuldbindingar í hruninu eða árunum sem leiddu að því. En þýðir það að kynslóðin mín hafði ekki fundið fyrir hruninu eða afleiðingum þess? Nei, það gerir það svo sannarlega ekki. Jafnaldrar mínir höfðu ekki fjárhagslegt sjálfstæði svo þau hefðu ekki getað tekið þátt í svalli útrásar víkingana þótt í þeim hefði blundað minnsta þrá til þess. En þrátt fyrir það guldu jafnaldrar mínir fyrir afleiðingar góðærisins. Ég og mínir jafnaldrar borguðum á mismunandi hátt fyrir hrunið. Vinur minn þurfti að hætta í tómstundastarfi á meðan vinkona þurfti allt og ung að greiða með húsnæðisláni einstæðrar móður sinnar. Því það var einfaldlega ekkert annað í stöðunni. Það var ekkert annað í stöðunni og áður en við vissum af voru börn byrjuð að axla ábyrgð sem hvorki var þeirra né foreldra þeirra, heldur svokallaðra útrásarvíkinga sem sjálfir sigldu á stað til aflandseyja með ránsfengin. Það að láta börn axla þessa ábyrgð er ósvífið. En það að segja við okkur, við þessi börn hrunsáranna sem borguðu fyrir hrunið mörg hver með brotinni æsku, að nú þegar við erum orðin fullorðin sé taka 2. Það er ófyrirgefanlegt. Kæru landar, við vitum vel að fúskið við söluna á hlut ríkisins í Íslandsbanka er ekki einsdæmi. Svo virðist sem aðkoma sjálfstæðisflokksins að almannaeignum sé trekk í trekk loðin af spillingu og frændhygli. Því trekk í trekk virðist það staðfestast að fjármálastefna sjálfstæðisflokksins sé að einkaveiða gróða og ríkisvæða tap. Sala sem átti að vera opin, gegnsæ og lögleg varð alveg óvart að ferli sem fól í sér að miðlarar hringdu í vini og vandamenn, frændur og feður. Hringdu í þá í skjóli næturs og buðu þeim ríkiseign á útsöluverði. Ríkiseign sem í þokkabót var sárabót íslensks almennings eftir tjónið sem athafnamenn ollu okkur í hruninu. Núverandi ríkisstjórn getur auðvitað ekki breytt fjármálahruni sem varð fyrir 14 árum síðan, en hún gæti mögulega sleppt því að senda fokkjuputta á þá sem mistu allt í því. Og jú, hún gæti svo sem reynt að afstýra því að annað hrun verði, en ekki einu sinni tekst henni að sannfæra okkur að hún geri það. Því að nú eru aðaleikarar fjármálahrunsins 2008 komnir með spin-off seríu og leyfa okkur að fylgjast með fjárfestingum sínu að nýju. Leyfa okkur að fylgjast með því hvernig þau keyptu ríkiseign á afsláttarkjöri í skjóli næturs og selja hana svo strax aftur og græða á kostnað okkar. Í þessari nýju spin-off seríu er fjármálaráðherra sjálfur í hlutverki einhvers konar andstæðu hróahattar sem í stað þess að stela frá þeim ríku og færa þeim fátæku mætir í skjóli næturs, stelur frá þeim fátæku og færir þeim ríku. Kæru landar, þann 1. febrúar sagði fjármálaráðherra eftirfarandi við fjölmiðla. Að þó færa megi rök fyrir því að hægt væri að fá hærra verð með sölu Íslandsbanka til kjölfestu fjárfestis eða eins aðila, þá trompi það ekki önnur markmið sem sett hafi verið fram með sölunni. Það séu önnur atriði sem skipta meira máli til að mögulegt útboð á hlutum í bankunum flokkist sem vel heppnað. En ég spyr, hvaða önnur markmið voru uppfært? Ferlið var ekki opið, það var ekki gegnsætt,
Það eru vísbendingar að það hafi ekki einu sinni verið löglegt. Við fengum ekki hæsta verðið og við fengum ekki einu sinni langtíma fjárfesta. Hver eru þá markmiðin sem fjármálaráðherra vísar í? Ekki getur verið að þau hafi snúist að selja vinunum og viðskiptafélögunum úr hruninu, frændum og föður sínum bankann. Kærulandar, í barnslegri einfeldni minni hélt ég að við hefðum lært eitthvað. Ég hélt að stjórnmálamenn þessa lands væru samstilltir í þeirri fyrirætlan að læra af hruninu og endurvekja traust á stjórnmálum. En svo virðist ekki alveg vera. Traust almennings á stjórnmálum og stofnunum einn hornsteinn lýðræðisins og því ætti það að vera markmið allra sem koma að stjórnmálum að efla þetta traust. En svo virðist sem ríkisstjórnarflokkunum þremur sé alveg sama. Þeim sama traustið og þeim sama spillinguna. Kæru vinir, nú göngum við til kosninga og við getum ekki afhent þeim sem eru ekki traustisverð stjórnartaumana. Takk fyrir að hlusta og að lokum segjum við ykkur, kjósum spillinguna burt. Þakkum Alexandru Ýr fyrir hennar innlegg en mér láðist að segja ykkur frá því að hún formaður ungra jafnaðarmanna. Við höfum sjálfsagt eftir að sjá hana í pólitíkinni í framtíðinni. En næstur á svið maður sem þegar komin upp á sviðið og það engin annar en Steini í Hjálmum, gjörðu svo vel. Takk. Komið sæl. Upp með hendur, þetta rán. Upp með hendur, þetta rán. Settu allt í þennan poka. Komdu svo fáðu lán. Litli maurar geta bara étið gras. Litli maurar þeir geta bara étið gras. Og ef þú með einhver derring, þá færðu framan í þig gas. Upp með hendur, þetta rán. Upp með hendur, þetta rán. Settu allt í þennan poka. Komdu svo og fáðu lán. Takk. Þetta var flott. Það verður við heyrum meiri Steina á eftir. En
Svakalega þetta hátt hérna. Jæja. En það er mér sönn ánægja að fá að kynna hér til leiks formann leigjendasamtakana sem eru hagsmunasamtök sem að hafa þeir sem hefur heyrst í sem aldrei fyrr og ég held að við getum þakkað nýjum formanni fyrir það. Það er engin annar en Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem staðið hefur í ströngu í tjaldinu að búa til kakó og kaffi ofan í ykkur, en hér ætlar hann að koma og vera í öðru hlutverki og messa svolítið yfir okkur leigjendamál. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Nei. Komið sæl, ég heiti Guðmundur Hrafn, formaður leigjendasamtakanna. Þetta hafa verið mjög lærdómsríkar vikur hérna undanfarið. Þar sem ég þurfti að hafa uppi málstað leigjenda sem að, eins og við vitum öll, eru sá hópur í samfélaginu okkar sem hefur borgað hvað dýrusta gjaldi fyrir hrunið. Við hlustum á formann ungra jafnaðarmanna lýsa því hvernig unga fólkið hefur þurft að borga fyrir hrunið og það eru margir hérna í okkar samfélagi sem þetta borga mjög háu gjaldi fyrir hrunið og sumir hverjir eru hreinlega að borga fyrir það enn þann dag í dag og þar með að leigjendur. Og það er með ólíkindum að þurfa að ganga hérna við eitthvað betlistaf, fara hérna á milli húsa og hitta fólk og grenja út áheyrn hjá þeim sem eru kjörnir til þess að fara sem málsvarar fyrir leigjendur. Leigjendur eru ennþá að borga fyrir hrunið 2008. Ég ætla að fá að lesa hérna þessu upp. Þetta er svona yfirferði við eitthvað saga sem við þekkjum öll. Það er sagan hrunið og eftirhrunsárin og þessa risastóru eignatilfærslu sem er orðið í íslensku samfélagi og hefur skapað auð, alveg gríðarlegan auð fyrir lítinn hópa fólki sem núna kemur hérna þrammandi inn á sviðið og heimtar að fá að eignast eigur almennings á hrakvirði eftir að hafa búin að ávaxta ránsfenginn frá því hruninu í árum saman. Og það eru leigjendur sem að borga dýrasta gjaldið. Frá hruni hafa leigjendur borgað yfir 1000 milljarða. 1000 milljarða hafa leigjendur borgað í húsaleigu og þeir eiga ekkert til að sýna hvað þeir hafa gert við ævistarfi sitt þennan langa og mikla áratug sem leigjendur hafa þurft að búa við þessa okurleigu, þessa starfshætti stjórnvalda í blóðskammar sambandi við auðmannaklíkurnar sem að veita þeim teppalagt aðgengi að hringleika húsinu þar sem að auðvaldið níðist á þeim. Þetta er til fullkominnar skammar að þurfa að búa í svona samfélagi andverðleikans þar sem að leigjendur og þeir sem að minna mega sín eru nýttir sem einhvers konar auðlind til þess að ávaxta stólið pundið frá hrunsárunum. Þetta er til stórkostlega skammar að þurfa að vera að stofna svona, að þurfa að fara að ganga þennan betlistaf eins og ég segi og hefur þurft að gera undanfarna vikur. En sem betur fer, þá gengur þetta upp vegna þess að þegar fólk sameinast og skipa ykkur sig, þá nær það árangri. Það nær árangri og það er svo nauðsynlegt að hætta aldrei, slaka aldrei á. Við vitum aldrei hvenær eldiviðurinn kemur. Við þurfum að halda lífi í glæðunum, endalaust. Við vitum aldrei hvenær það ástand verður að það hellist eldsneyti ofan á glæðurnar og stóra báli verður til. Þess vegna megum aldrei gefast upp. Og leigjendur munu ekki gefast upp. Þeir eru komnir fram á sviðið, þá þarf að sætta sig við það að leigjendur eru orðnir rödd í samfélaginu. Þetta er 1/4 af öllum heimilum landsins. Þetta eru 45.000 heimili sem borga yfir 100 milljarða á ári. Þetta eru 100 milljarðar á hverju ári. 100 milljarðar duga til þess að byggja allar fasteignir, allt húsnæði sem byggt er á Íslandi á hverju einasta ári. Þetta borga leigjendur á hverju ári í gjald. Þetta er auka skattpíning á leigjendur. Leigjendur búa við fátækt og áföll. Þessi fasteignafélög og leigusalar sem okra svona leigjendum eru að skapa hérna stórkostlegan harm fyrir samfélagið.
ekki bara fyrir leigjendur heldur samfélagið allt. Þetta er stórkostlegt óréttlæti, ekki bara fyrir leigjendur heldur fyrir okkur öll, fyrir ykkur öll. Við þurfum að misvið gæði þau sem að leigjendur búi yfir. Við þurfum að misvið alla þá fjármuni sem leigjendur getur notað til þess að auka lífsgæði sín. Skapa hérna störf, tekið þátt í menningu. Í staðinn þá eru þeir rukkaður ökuleigu og leigusalinn hann heimtar bara að ríkið komi og niðurgreiði hana í gegnum húsnæðisstyrki. Það er komið skapadægur fyrir leigjendur og leigusala og rauninni allt auðvald. Allt þetta skelfilega feðraveldi sem við sjáum hérna allt kring. Það er bara komið tími til þess að almenningur, ekki bara leigjendur, almenningur og allir sem við fengið sér fullsattan á þessu ástandi, rísi upp, skipuleggi sig og taki hérna almennilega á þessu píningarvaldi, þessar auðmenna klíkur sem eru hérna í blóðskammarsambandi við stjórnvöld. Þetta er algjör... Við verðum að geta treyst því, að þeir sem eru kosnir inn á Alþingi og sveitarstjórnir vinni að haga almennings. Við verðum að geta treyst því að þeir fari vel með eigur okkar, almannaeigur, sem að við öll höfum tekið svo mikið þátt í á miklu harðfylgi og erfiðleikum að byggja hérna upp eftir hrunið. Þetta er með lífskrafti okkar, atorku og lífsþrá sem að þetta samfélag hefur orðið til. Og við treystum lítlum hópi af fólki fyrir því að fara vel með þessi eigur. Og það getur ekki gengið upp deginu lengur að þau fara í eitthvað blóðskammar samband við þessar auðmannaklíkur sem eru hérna komnar hérna eins og sníkjudýr til þess að sjúga lífskraftinn og blóðið og næringuna úr samfélaginu og hrifsa til sín allar þessar eigur einu sinni enn. Þessi mikla ránslist sem var hérna til í hruninu, hún er bara að verða fullkomnuð. Bragi Páll fór hérna yfir það í síðasta laugardag að Bjarni Ben, hann er bara alls ekki búinn. Það er þess vegna sem hann vill ekki fara. Það á eftir að fullkomna þessa list. Þessa fullkomnu eigna tilfærslu. Þennan fullkomna andverleika. Þetta er allt í ferli. Þess vegna verður almenningur að stíga upp og segja hingað ekki lengra. Við sættum okkur ekki við það að hér séu öfl að verki sem að sjúga til sín allar okkar sameiginlegu eigur og öll þau verðmæti sem við búum til. Ég segi hingað og ekki lengra og ég endurtek orð mín frá því fyrir 4 vikum, andskotin hafið það. Bjarna burt! Bjarna burt! Amma segir Bjarna burt! Bjarna burt! Bjarna burt! Meira! Bjarna burt! Bjarna burt! Ég fer hérna með fleiri kveðjur frá ömmu. Bjarna burt, halda áfram. Hún vonar að Kata heyri í gegnum fæðingarhríðina fyrir norðan. En skilabúðin eru þessi. Bjarna burt! Bjarna burt, já. Amma veit, hann er innmúraður, erfitt að losa hann. En Guð minn góður, við verðum að losna við tígulgosann. Bjarna burt! Bjarna burt! Bjarna burt! Bjarna burt! Með klappa fyrir Bigga Veiru. Hann er hérna aðal soundmaðurinn hérna. En mér langar að biðja ykkur að koma aðeins nær. Það er komið að leiðarlokum en það er mikilvægt að þið komið nær sviðinu. Það er mjög mikilvægt. Já, ok, hann ætla að lækka þess. Ég ætla að spyrja ykkur að því hvort ykkur langi til að koma hérna aftur eða telji þess þörf að viku liðinni. Já, takk fyrir. Ég ætla líka að, svo því sé haldið til haga, þá verða konar niðurstöður úr kosningum og það er aldrei að vita hvernig
hvernig þær fara. Ég ætla að segja útreið en ég má vist ábyggilega ekki segja það. En það verður allavega mjög fróðlegt og mér langar að þakka öllum sem mættu og þeim sem hafa verið að fylgjast með okkur í beinni útsendingu. Mér langar líka sérstaklega að þakka öllum þeim sem lögðu hönd á plóg, bæði þessum sem eru nánast ósýnilegir, allir sem settu hérna upp og alltaf fólk sem hefur unnið sleitulaust að því að geta komið þessum mótmælum á og síðast en ekki síst þeim sem komu hér upp á svið. En að lokum ætlar Steini Hjálmum að koma hérna aftur og stýra fjöldasöng og verið óhrætt að taka undir, gjörðu svo vel. Hlakka til að sjá okkur á vikuliðinni. Ok, ég held að kunni allir þetta lag. Þú færð aldrei að glíma þegar ferð þú á stjá. Þú átt hvergi heima nema veginum á. Með angur í hjarta og dirfskunar múð. Þú ferð þína eigin ótroðnu slóð. Vébúi, sestu mér hjá, segðu mér sögur, já, segðu mér frá. Þú áttir von, nú vonin farin á brott, flogin í veg. Eitt að dreyma og annað að þrá. Þú vaknar að morgni veginum á. Má ég svo heyra í ykkur? Vébúi, sestu mér hjá, segðu mér sögur, já, segðu mér frá. Þú áttir von, nú vonin farin á brott, flogin í veg. Dásamlegt. Takk fyrir. Lífið byltingin. You give me a loving, I give you my loving too.